hjá okkur í K.A.-milunum, það sem framfærleikur K.A. og Þróttar frá Neskaupstað. Við byrjum á að kynna fyrirliða gestana, það Valgeir Valgeirsson. Og þjálfari hjá Þróttinnes Anna María. Hjá K.A. fyrirliðinn Ævar Freyr. Og þjálfari heimamanna Filip Pavel. Dómarana til leiks, aðaldómari núna Sigurbjörn Árni Agrímsson og aðstoðardómari Marino Þorsteinsson. Þá kynnum við leikmennina, byrjum á Þróttinnes, númer 2, Miguel Mateo. Númer 3, Valgeir Valgeirsson. Númer 4, Galdur Máni Davíðsson. Númer 5, Hlöðvar Hlöðvarsson. Númer 10, Kristján Pálsson. Og númer 13, Borja Vincent. Líberó Þórarinn Örn, númer 17. Þá það lið K.A. Númer 2, Quinten Moore. Númer 10, Mason. Númer 11, Filip Pavel. Númer 14, Ævar Freyr Birgisson. Númer 15, Sigþór Helgason. Og númer 20, Benedikt Rúnar Valdísson. Líberó númer 1, Gunnar Pálmi. Erum við onda? Við erum velkomin í lýsingunni hjá okkur á leik Þróttarar og K.A. Menn eitthvað aðeins að velta við hæðina á netinu fyrir hér. Eitthvað aðeins að byrja á að skoða, ekki það að netið jafn hátt fyrir bæði lið. Eitthvað svona aðeins. Kannski reynum bara að segja byrjunarliðin ef að þau hafa ekki skilað sér heim í stofu. Hjá Þrótti það númer 2, Miguel Mateo, númer 3, Valgeir Valgeirsson, númer 4, Galdur Máni Davíðsson, númer 5, Hlöðvar Hlöðvarsson, númer 10, Kristján Pálsson og númer 13, Borja Vincent.
Og hjá KR er það nummer 2 Quinten Moore, 10 Mason Kastner, nummer 11 Filip Pavel, nummer 14 Ævar Freyr Birgisson, 15 Sigþór Helgason og nummer 20 Benedikt Rúnar Maldísson. Við reiknum með að þessi leikur gæti orðið meira spennandi heldur en leikurinn áðan hjá stelpunum. Annars er þessast fyrstu leikir, sjá hvernig leikmenn koma undirbúnir til leiks þetta sumarið. Það er Boja sem byrjar í uppgjöf, K tekur vel á móti. Og Þróttar að byrja á að blokka. Vel gert hjá þeim. Quinten Moore með fyrsta smassið, beint í blokkina. Og Boja aftur í uppgjöf. K smá vandræði með hann. En Ævar gerir það vel, setur hún á blokkina og staðan 1-1. Í uppgjöf fer Ævar Freyr. Ég get alveg. Þú er þessi? Nei. Steppi. Það gerir vel eitthvað. Lemur að svona hann og smassar út. Þetta er ekki það með tölvum stíðin. Eða ekki bara... Valgeir hefur ekki verið Þrótt. Það er 2-1. Gunn með fína móttöku. Já, sísta á þetta. Gera línan. Það er bara svona. Benni fer í uppgjöf. Stöðum 2-2. Valgeir tekur á móti. Hún spiluð upp á velblokkað Káa. Blokkirna virðist fara vel af stað. Mikael smassar þetta í blokkinu hjá honum Sigþóri. Benni áfram í uppgjöf. Í móttaka. Þar, fínt smass. Mason aðeins og setna upp. Landonan. Það 3-3. Lítur út að geta verið hörkuspendileikur. Leikmaður nummer 10 Kristján Pálsson, uppgjöf fyrir Þrótt. Filip. Yfir. Smass hjá Mikael. Og staðan. Staðan orðin 3-4. 4-3. Fyrir með hann. Virkilega vel spilað hjá Filip. Quinten Moore, jafnuleikinn. Hörkusmassi. Quinten fyrir uppgjöf. Passir úti á honum. Stær þennan út. Mikael fer í uppgjöf fyrir Þrótt. Good job. Þetta var þokkaleg uppgjöf. Helvíti öflug sem kunnir ekki upp. Lengi til honum.
Tekur aðra eins. Það laug með þessum. Sett hann inn í þetta. 6-5 fyrir Káa. Já. Þetta var virkilega vel gert. Smá heppni yfir líka. Það þarf ótt. Staðan 6-6. Já. Það kom annar. Öflugur uppgjör. Sem erfitt að ráða við. Virkilega vel gert að ná þremur góðum jump-uppgjörum í röð. Virkilega vel gert. Þetta er í blokkinni. Mjög gott smassi sér þar. Já, Mikael Matteo. Það er sem. Hlöðver fer í uppgjöfuna fyrir Þrótt. Staðan 7-7. Þetta verður virkilega jafnt til leiksloka. Smá vandræði með móttökuna að það. Staðan 8-7 fyrir Þrótturum. Hanna, fín móttöka. Kanna Filip, ekki hann. Hörkulót hann í gangi. Hörkuvarnir hann að milli. Þetta er að hörkublokkir. Þetta er gaman að sjá, skemmtilegt að sjá. Þetta var rosalegt rally hana. Mikið góðar varnir. Mitti. Klárar þetta. Tekur vel í. Hlöðver áfram mjög fyrir Þrótt. Rétt að kasta maðurinn eftir þetta. Hörkurally. Já, Þróttarinn að berga þessu. Og þessi er vel gert hjá Valgerði. Það er til smassi honum. Úr afturlínu. En þetta er ekki úr afturlínu heldur. Fyrir aftan sóknlínuna. Hlöðver áfram í uppgjöf. Gunnir í smá vandræðum í móttökunni á sér. Allt annað netan á Þróttarana. Þetta er ekki sáttið við það. Þróttarinn er ósáttið við þetta. Smá hitt í þarna leikmenn sem getur þetta bara skemmtilega. Mason í uppgjöf, fín uppgjöf á honum. Og þessi var vel inni, virkilega vel spilað á Káa. Og Mason aftur í uppgjöf. Þessi í netinu.
Og staðan 11-9 fyrir Þrótti. Leikmaður númer 4. Galdur Máni í uppgjöf fyrir Þrótt. HK smá vandræði með móttökuna þarna. Filip næði ekki að vinna þessu. Galdur áfram í uppgjöf. Staðan 12-9. Fín móttaka þarna. Og þetta er virkilega vel gert hjá Kamunum. Þetta er auðvitað öflugur leikmaður sem þeir fengu. Kaman, Quinton Moore. Filip góðinn í uppgjöf fyrir Kam. Valgeir tekur á móti sögum fingurslægi. Ævar tekur við þessum. Sér blokk út. Virkilega vel spilað. Kom. Þróttar í smá vandræði núna. Það var ekki að sækja. Filip með stuttuðgjöf og sér er erfið þetta. Stærri degu við þetta. Stærri degu við stuttuðgjöfur. Komin nýtt sér það vel. Og staðan 12-12. Benni gerði það vel. Filip áfram uppgjöf, staðan 12-12. Laus uppgjöf. Touch, blokk út. Staðan 12-13. Hörkuleikur. Ævar móttökur í K.A. Filip. Þessi er úti. Nei, ekki að touch. Það er leitt eftir því. Þessi var bara úti. Það sýndist. Quinton Moore. Filip. Þannig að Ævar. Og þetta er erfitt að ráða við. Vel gert hjá Ævar og Filip. Lítið blokk og þá erum við alltaf að spyrja að því. Ævar fer í uppgjöf. Mjög öflugur uppgjör. Já. Það var nákvæmlega sem varð úr. Góð uppgjöf honum og Þórarinn réð ekki við hana. Þróttar að taka leikli. Stöðunni 40-14. Staðan 14-14, þetta verður hörku spennandi leikur, hef ég trú á. Já, Ævar er áfram í uppgjöf. Og flott blokki á K.A. Og þetta er erfitt uppspil á Þrótturum á Mikkel Matseo og sett henni í netið. K.A. með K.A. í hörkusiglingu núna. Ævar uppgjöf. Og
Þessi bara úti. Þróttar taka þetta, 15-15. Valgeir, uppgjöf. Og allar hörku smask. Valgeir tek á. Já, Sigþóri. Benni fyrir uppgjöf, fyrir Káa. Þessi babbar að hreindinu, erum við tegum með það. Já, touch. Dæmaður. Það verður hár rétt. 16-16. Leikmaður nr. 10 í uppgjöf fyrir Þrótt, Kristján Pálsson. Filip. Mistu hennan aðeins yfir í móttökunni. 17-16 fyrir Þrótti. Filip náði ekki í hann. Það er góð móttöka, já. Já. Þetta er virkilega vel gert. Vildi kannski fá móka á þetta. En komur að því. Quinten Móri uppgjöf. Þessi er úti. Hjá honum. Svo slið. Mikael Matteo í uppgjöf fyrir Þrótt. Já. Rauðsbolti. Filip gerir vel úr þessu. Sendur Sigþór og þessi er blokk út. 18-18. Þetta verður hörkuleikur. Þetta verður vera mjög jöfnlið. Öflug að spila það. Sigþór í uppgjöf fyrir Káa. Tók 30 byrjar á hann. Heldur framalega þessi. Nei. Já, upp í loftið. Fannst þess að var að kasta hann freka framalega en virkilega flott uppgjöf sem erfitt að eiga við. Mjög erfitt að eiga við. Gríðarlega fast. Þróttar gera skiptingu. Hlöðar kemur út og Jörgen Emanuel Castano kemur inn. Hvernig hann bara Castano. Sigþór aftur. Já. Geggjuð uppgjöf hjá honum af netinu sem mjög erfitt að eiga við og Þróttar að taka afturleikli í stöðunni 20-18 og við hendum á tónlist. Sín í þessari hrinu. Sigþór áfram mjög gjöf. Tók fyrir áraðan. Það náði þeirri þriði núna. Sá til. Jeps. Bara þannig. Ríkar er Davis að vikja þér hjá honum.
bara nokkuð öruggur á það líka, halda það minni. Það veit hann gott. Já. Já, þessi var undirnettið. Staðan 19-21, KA í vænlegri stöðu. Jens er fyrstur innu. Það er með fína móttöku. Já, þarna góða blokkinn. Kannski búinn að lesa hann aðeins núna. Það var búinn að taka 2-3 svona á hann. En 21-20 og það er Castano, uppgjöf, fín móttaka á Ævari. Já, og vel gert hjá Filip og Filip spilaði þessu virkilega vel upp á Mason. Ef Mason var bótt að hana þá er gríðarlega erfitt að ráða hann. Mason í Já, skipta skynsamlegt. Fúsi með gríðarlega öflugur uppgjafir. Kemur inn á Mason út af og Fúsi inn á. Fúsi Massi, eins og hann er kallað núna. Flott uppgjafir eru þetta ráðið þær. Ekki ráðið þróttarar. Þessi er bara blokk inn. Já, þetta var rosalega blokk. Fúsi áfram, 23-20. Já, Benni gerir vel, fer seint upp og gerir vel hana. Gaman vildi hann fá tvístaf, en ok. Filip verður væntanlega ekki ánægður þegar þessi lóta er búinn, ef ég þekki hann rétt. Þarna, og það er bara en þetta sé bara rétt. Á svo við vita, hann farið bara í boltan. Erfitt að sjá að vera dómar hvort hann takki eitthvað. Takja með farið nett í leiðinni. Mjög erfitt að segja til það. Síðasta stíga á þessa rinnu. Spurning hvernig á að landa þessu núna. Þessa rinnu. Þessi er aðeins svo mikið flott hjá honum hjá honum. Og úti. Og leikmenn að gera skiptingu. Þróttarar. Leikmenn nr. 7 kemur í uppgjöf. Nei, ekki uppgjöf. Jú. Leikmenn nr. 7. Börkur Magnússon uppgjöf. Sýndist þeirra pínu stress í honum. Sjáum til. Þetta er góð pínu uppgjöf hjá honum. Já, við gerum þetta vel. Nær að bjarga þessu. Gunni spilar á Ævar sem tegur blokk og blokk út. Káa tekur fyrstu runna 25-21. Þetta verður sjálfsagt spennandi bara allt til enda. Við hendum bara tónlist og draugum okkur í pínu líf.
Þetta inn í hinu 2. Svo erum við að lækka í tónlistinni og hefja þetta fljótlega. Sýnist vera sömu byrjunarlið og áðan. Já, það ekki betur séð. Já, K er það Quintin Moore, Mason, Filip, Ævar Freyr, Sigþór og Benedikt. Á meðan að hjá Þrótti er það Mikael Matteo, Valgeir Valgeirsson, Galdur Máni Davíðsson, Fimm Hlöðversson, Kristján Pálsson og nr. 13 Borja Vicente. Filip fer í uppgjöf fyrir K.A. Lausa eins og áðan. Það voru vandræði með að drótararnir. Og fín vörð hjá Filip. Gunni spilar upp á. Þessi er dæmdur inni. Já. En Sigurbergur kýs að overrúla Hannes og dæma þetta sem úti. En við erum ekki með endursýningur hérna, þannig að við sjáum ekkert það. Treystum bara svolítið skrítið samt að kjósa það hafa línuverði og vilja ekki fylgja þeim. Þeir eru í góðri stöðu. Og þessi er úti. Já. Þróttar að byrja 2-0. Það er Vicente í uppgjöf fyrir Þróttara. Þessi er flýtur út. Flóti honum og úti. Það er 2-1. Ævar fyrir uppgjöf fyrir K.A. Sjá hvað það gjörir. Setur hann líklegast á Þórarinn móttökuna. Nei, Valgeir fyrir hann. Filip á eftir að segja eitthvað núna. Ég get nánast lofað ykkur því ef að K vinnur ekki stíðið. Ok. Góð blokk á K. Ok. Svona. Svona inni. Inni. Við erum endursýninguna þarna áðan. Horfum á þann. Við vorum að horfa á þetta hérna, boltir hann áðan. Hann virðist vera dæmdur inni, þannig að ég held að það verið rétt hjá Sigurbergi. Áðan. Stand 22. Já. Móttaka Valgeir með. Já, hörku björgun hjá K.A. Antena segja Hannes þarna. Den Antenu. Hannes er með það alveg á hreinu, við getum treyst á það. Það er í vissum. Valgeir fer í uppgjöf fyrir Þrótt. Við getum á þetta. Góð uppgjöfunum en flott móttaka á Gunnari. Nei. Flott vörð hjá Gunnar aftur. Og þeir hafa svolítið, þetta er bara línan núna í tvíslag. Það verður lítið dæmt af. Verður væntanlega lítið dæmt af tvíslagi með við línu sem eru síðan núna. Eins og kemur í fram. Benni fyrir uppgjöf. Þórarinn, Valgeir og Hlöðver. Móttöku fyrir Þrótt. Þórarinn tekur fyrir móti. Filip tekur þetta vel. Já, Þróttarar í smá vandræðum, nei. Þessi var líklegast úti. En virkilega vel gert
hjá Quinton Moore. Wesley. Flottur leikur, heldur áfram að vera flottur. Benny Jökju fyrir Káa. Valgeir tekur vel á móti. Touch út. Lítið við því að gera. Og Þróttar að fara í uppgjöf. Leikmaður með 10, Kristján Pálsson. Ræfa tekur á móti á hörku blokk. Matteo smassar þessi beint í blokkina. Sá nú svo sem ekki alveg hver blokkaði, hvort það var Sigþór eða Mason. Skipt svo sem ekki öllu máli. Quinton Moore fer í uppgjöfina. Mitt netið og staðan því 5-5. Og Miguel Matteo í uppgjöf og þessi úti. Eitthvað kvart yfir vitlausri uppstillingu. Sigþór með sína förstu uppgjafir. Já, þessi lausar í kantinum en ofan á netið og því Björn eigum við það. Skulum þetta að Valgeir hafi eitthvað rétt meitt sig þarna. Stingur aðeins við, vonum að það sé ekki alveglegt. Sigþór aftur. Kastar hann hátt upp núna og þarna þessi úti. Og Hlöðver fer í uppgjöf fyrir Þrótt. Flott uppgjöf á honum. Ævar í smá basli með þetta. Og Þróttur skorar. Jafnar leikinn 7-7. Ekki virkaði ekkert svona. Ekkert föst en oft erfitt eða flott í þeim. Ráða við þar. Hlöður áfram í uppgjöf. Gunni, smá vandræðum hana. Michael, Guðsjö Vincent. Backline. Á. Þannig mókana. Það verður nokkuð til í því. Deilum ekki alveg sátt við það. Það var aðeins farin að þekkja hann. Hlöðver áfram í uppgjöf. Setti 3 röð núna. Gunni tekur á móti þessu. Gunni vandilega í netinu. Sérst ekki séð það. Það gerði þetta vel. Svolítið uppspilið svolítið uttalega en það var reddað sér vel, gerði þetta vel, mjög vel. Mason í uppgjöf. Mason er hér. Flott uppgjöf á honum. Hann hefur örugglega verið að æfa uppgjafir í sumar, Mason, ég tekist við það. Stórmunur að sjá uppgjafir hjá hann núna með hvernig það voru í fyrra. Virkaði vel gert. Filip endalega að kenna honum. Tekur aðra. Af SFC neti. Staðan 9-9.
Bjöggjöf fyrir leikmaður nummer 4 fyrir Þrótt. Galdur Máni Davíðsson. Áhverjandi vallar taka vel við sér hérna. Þessi úti. Já. Töluvert langt úti. Þetta ekki alveg satt með sjálf að segja hérna. Sýnist ekki. Filip fer í uppgjöf fyrir Káa. Laus, svolítið að vinna með þær núna. Já. Það virðast verið í svona pínu erfiðleikum að ráða við þær. Erfitt líka að spila honum. Taka móti. Heldur svona náttnetinu. Svolítið verður hans öðru sér í viki. Filip aftur með svona lausa. Þetta niður. Aðeins betur þessu. Og hvað náður þessu? Já, virkilega verkefni á Gunna. Og þessi bara inni. Já, konur fram í sóknina. Og virkilega vel gert hjá Káa. Gríðarlega mikilvægt að skora svona stig. Gefur mikið búst. Mikið búst sem að svona stig geta gefið liðunum. Og jáfnfram. Við fyrir mikið niðurdrepandi að fá svona stig á sig. Þú telur verið að koma með unnistig. Filip heldur áfram að gefa svona stutt. Og Þróttarar í töluverðu basli núna. Og Þróttarar að taka leikhlé. Já. Já. Komið aftur staðan 13-9. Filip áfram í uppgjöf. Fyrir Káa, Filip í uppgjöf. Kom ekki með svona stutta núna. Aðeins að breyta til. Þessi var líklegast úti, en þetta áfram. Filip setur hann erfiðan stað. Og Valgeir með að því ég held touch. En dómarinn dæmdi það hann ekki. Þannig að þá hefur það bara ekki verið. 14-9. Kemur í stuttan. Þarna. Flott afturlífsmass hjá leikmanninn nr. 1. Castano. Og Kári að gjöta. 14-10. Og við sendum í uppgjöf fyrir Þrótt. Það tekur á móti þessum á Filip og á Benna, kemur hún yfir og Filip til aftur, líklegast á Ævar hana, Ævar setur hann og þessi bara í lagi, já. Helgi bjargaði á Þróttarunum, aftur Ævar og byrjaði ekki fyrir þetta. En eins og það var mjög vel bjargaði á Þróttarunum á hann. Ævar fer í uppgjöf, stöðan 15-10. Uppgjöf, Þórarinn ykkur við þessu. Sendi spilar á Valgeir og hörku
hörku blokk hjá vörn hjá Ævari, aftur á Valgeir og þessi Ákámen vilja minna þetta að fyrir hendurna en hann satt hann, við sáum það ekki og þá það ekki dæmt allavega hana. Ekkert við því að segja. Staðan 11-15. Valgeir í uppgjöf fyrir Þrótt. Ekki að fá þetta. Flott ekki honum, fín móttöku hjá Gunna og Benni með hörku smass inni. Vel getur Benna. Hörku stemmingin í KM-milnum. Reyna að hafa umgjöruna sem besta og stefna því að halda henni þannig í vetur. Benni í uppgjöf. Við káða vantar á Þórarinn. Valgeir tekur á móti. Við sendi á hörku smass hjá Castrillo. Mikael Matteo Castrillo. Kamerið ekki við og Kristján Pálsson fyrir uppgjöf fyrir Þrótt. Ævar tekur við þessu, smá vandræði með það, Sigþór laumar þessu. Káa Ísi, bolti fyrir þá og hvað getur það? Vilir ná ekki góður sókn. Og þessi touch út. Staðan því 16-13. Áfram Kristján Pálsson í uppgjöf fyrir Þrótt. Þessi úti. Getur verið dýrt að missa þessar uppgjöfar út. Það verður mjög dýrt. Quintin Moore, Anna, sömuleiðis úti. Það er oft erfiðar að taka þessa jump uppgjöf þegar menn eru aðeins farnir að lýjast. Það virðist þar oftar. Virðist það stundum að fara fleiri út. Af Norgun, 3 ár í röð sem hafa alla farið í netu og þessu sinni var það Castrillo sem sett henni í netið. Sigþór, hann hefur reynda verið mjög heitur á jump-uppgjöfunum sínum. Það gerist núna. Já, heldur þessar inni áfram. Það hrikalega erfitt að vinna Filip í þessum slag. Gríðarlega sterkur, góða tækni. Sigþór aftur. Hörku, flott uppgjöf, góð móttaka hjá Valgeiði. Góð móttaka, eða góð vörn hjá Gunna. Og þarna virkilega gott smass hjá Quintin Moore. Og Þróttar að taka leiki í stöðunni 20-14. KM sem að verðast að hafa pínu frumkvæði í þessu.
Kom aftur leiks. Staðan 2014 fyrir KA. Sigþór með sína þriðju uppgjöf í röð. Valgerinn ekki taka mót henni, gruna það. Nei, þessi er bara inni. Mjög erfitt að ráðast við þessar uppgjafir hjá honum. Castano. Geta þessi verið úti. Sigþór aftur. Tekur lausa núna, getur fyrir skynsalegt. Og þessi er bara úti. Þessi er bara úti, já. Þessi er bara úti. Þróttarar virðast verið í smá vandræðum. Staðan 2014. Erfitt með að sjá Þróttarar koma tilbaka í þessari hreinu. En það veit aldrei. Sigþór. Þessi er úti. Ekki langt þó. Hálfur metr, eitthvað svoleiðis. Það er sleppt hjá Þróttarum. Og Castano fer í uppgjöf. Þægileg uppgjöf. Auðvitað mót þessu. Ævar slæði þetta. Já. Sýnir svona eins og Þróttararnir séu svona eiginlega búin að hjáta sér að í þessari hreinu. Það er 23-15. Sigfús kemur inn á fyrir Mason eins og það gerði áðan. Kemur inn í uppgjöfina. Fúsi öryggur uppgjöfunum. Og varnarmaður einnig. Flott í þessari. Til móttaka. Menn hann fær í gólu fyrst sem að ég held að sé líklega eftir rétt. Þróttar að gera skiptingu. Sama skiptingu áðan með þeim líka. Þegar Börkur Magnússon kom í uppgjöf. Þetta fínu uppgjöf áðan allavega. Margir efnilegir og flottir blakkarar. Fyrir austan, Öðinskustad. Hörku ekki honum. Ánægð með sig, en það má vera það líka. Flott ekki honum. Það voru mikið bús, bara gott mál. Aftur. Þessi er líklega stútur hendar. Aðeins mikið sáströðs kannski, setti aðeins mikið kraft í hann. Filip tekur stuttan, já. Tekur á móti svona. Og þetta er bara sett svona. Ok. Vilja meina hann að fara í neti, en Ævar. Ævar ekki saman máli. Líklast. 24-18. Hann myndar að gera þetta bara svona þá. Flott björgun hjá Þrótturum. Og hann kemur þá líklegast. Nei. Þetta ég held að það væri komið, en það var ekki alveg en smassið var síðan bara út. Og við tökum okkur bara stutt hér fyrir næstu hreinu.
Já, þá það þriðja hreina. Þróttar að byrja með boltan. Sent í uppgjöf. Káa setur fyrsta stíð. Benni. Fínt uppspilið á Filip. Fyrir Káa. Ævar fer í uppgjöf. Sér þessi neti. Sér nú fyrsta uppgjöfin í honum sem fer neti. Og það Castano í uppgjöf fyrir Þrótt. Jobba á það. Hörku uppgjöf. Tekur ágætlega móts á Filip. Það skynsamlega slegið. Hann var ekki sáttur við þetta. Já. Það sést eftir að vera einhver pínu bráð á þessu. En frábæra varnir á þennan milli. Sigþór slær þetta virkilega vel en flott vörn þarna hjá Þróttarunum. Og setur þennan í netið. Og virkilega flott rally. Það var utan að fá net á hann. En hörkuflott blankan hann. Virkilega vel gert. Og aðeins að velta fyrir hver á fyrir uppgjöf. Benni fyrir uppgjöf. Róa sig hans niður eftir að líða á hann. 2-1 fyrir Káa. Uppgjöf á honum og Þórarinn missir þetta aðeins. Aðeins að framlega. Algerinn að vilja reista sinni til hans. Getur hann halda áfram. Benni aftur í uppgjöf með flott uppgjöf svolítið. Fín móttaka Þórarinn hana. En hörku blokk hjá Sigþóri. Og staðan orðin 4-1 fyrir Káa. Hann byrjaði vel, virðist ekkert alltaf líta tilbaka. Benni með uppgjöf áfram. Þriðja uppgjöf næstur upp. Mason er að blokka vel. Og Þróttar að taka leiklið í stöðunni 5-1. Þróttar að sér að láta blokka sig í síðustu mínútur. Castano og Castrillo. Mason hefur verið að blokka á vel. Benni með 50 uppgjöf sínu röð. Þessi dettur bara beint í gólfið. Sjúk hvort að Castano eitthvað missir einhvern boltan eða eitthvað. En allavega hana. Flott uppgjöf hjá Benna. Þessi hins vegar úti.
tæplega meter. Það fyrirgefst þegar menn eru búin að setja nokkrar yfir Dalvíkur með sinna Ása. Þróttur með uppgjöf, þessi er aðeins svo langt yfir, en þessi er bara settur framtur inni. Já. Filip gerði þetta vel. Og það er Björn Mór, tekur Jón Bugjöf. Sá hvernig svolítið langt framkast á kastið er langt fram, þá er hættu að slægi verðilega fyrir vikið. Staðan 7-3 og Castrillo í uppgjöf fyrir Þrótt. Það tekur Jón B á fyrir móttaka. Sigþór Þessum Þróttar að pínu staðir og ég sendi ekki ánægð með liðsfélaga sinna þarna. Filip eitthvað aðeins að sjá sig. Sigþór fyrir jumpingjöfuna. Og stuttkast. Það taka stutta þarna. Tókst ekki alveg. Staðan 8-4. Valgeir, uppgjöf fyrir Þrótt. Fyrir jumpingjöf. Þessi er af Heldbrúnni. Flott móttaka á Hæfri. Og Valgeir til Þórarni. Touch þarna. Virkilega flott vörð hjá Þórarni Helni. Gerði þetta mjög vel. Valgeir aftur uppgjöf. Aðeins fær að þurrka. Framöndur að þurrka hans á gólfinu. Það er það sitna verulega. Heitt í húsinu líka hérna hjá okkur. Valgeir tekur ekki jump núna. Bara uppgjöf. Þriggja manna múrana hjá Káa og það er erfitt að slá í gegnum það. Virkilega erfitt að slá í gegnum þriggja manna múr. Mason fyrir uppgjöf fyrir Káa. Flott ekki honum, fín móttaka Þórarni. Við sendum og þessi er dæmdur inni. Ég voru ekki að segja til það. Við höfum endursýningu hérna og Egill teknið var að kíkja eins og þetta hvort að Valli hann haft rétt fyrir sér og á meðan þá halda Þróttar áfram í uppgjöf. Galdur Máni Davíðsson. Filip, þarna, þessi er úti, já. Þessi er úti, sammála því. En þá skoðast í það á hann, eða reyna það. Sýndist hann nefnilega að vera úti hérna. Frá okkur séð. Það er eitthvað sett til það. En Filip á, já. Quentin Moore er ekkert að fara að slá 2 bolta út síðan. Virkilega vel gert. Það er eina bombu fyrir vikið í velun. Og Filip fer í uppgjöf. Þessi er stuttur, já, eins og hann hefur verið að vinna svolítið með. Flott móttaka þarna. Það var að reyna að fá Sigurberg til að dæma touchi. Engi sá hann touch. Sást ekki. Það hafði ekkert verið touch. Nei, vantur á því. Þróttarar aðeins að spilna með fótum.
Kámenn í pínu vandræðum núna. Boltinn að vera kannski pínu blautur. Gunni mist hann í gegnum sig. Vinsinnar. Ég sendi áfram í uppgjöf. Gunni með fínu móttökur þarna hins vegar. Þessi bara blokk út. Skynsamlega slegið. Virkilega skynsamlega slegið. Þetta var raunverulega frekar lágt uppspill. Og lítið hann ekki gera heldur bara að reyna að taka blokkinu út. Ævar í uppgjöfina. Ævar Freyr Birgisson. Flott uppgjöf honum. Já. Þessi já. Benni hafi nánast lögrungað Sigþór hana líka. Það er henni bergunum. Fór hana í netbrúnina og dó einhvern veginn þar. Castano fyrir uppgjöf fyrir Þrótt. Uppgjöf. Þetta er flott uppgjöf en virkilega vel gert hjá Ævari og Castrillo með rosalega blokkana. Nú spilir svo sem kannski í læri kantinu, þannig að kannski erfitt að bara hann erfitt að slá yfir hana. Það var svolítið styrtu blokk. Áfram með Castano í uppgjöf. Ok, hann er að dæma mók hana. Kámenn ekki sáttur með það. Spurningum þar fyrir blótt þetta var í tjóðunar á sig, með ekki rómingið því. Þróttarar eins og var konir yfir. 12-11 eftir erfiða byrjun. Mók. Þarna. Áfram. Fyrir þarna mjög. Það sér í netti. Benni í uppgjöf fyrir Gáa. Staðan 12-12. Þessi er vel úti. Mikið flott hjá hann þessum. Öfug kemur þá inn fyrir Þrótt. Kemur smá reynslu í uppgjöfinnar. Kristján Pálsson fyrir þetta. Staðan 13-12 fyrir Þrótturum. Sjóntökana á Mason. Vel gert þarna. Það vil leka það á móki þessu. Sigurbergarnir sínir að honum finnist bara þetta í góðu lagi sko. Kámennum er svo Djóðugjörni, þessi verður erfið. Já, skynsamlega, uppkastið var hátt hjá honum. Já, og ekki smá reikistefnu þetta stig. Sigfríð dæmdi þetta. Já. Ég veit ekki alveg hvað málið snýst. Ég þess hvort það hafi verið. Það hafi verið. Já, Káa fara þetta. Stíð.
ósettir eða staðan 14-13. Fyrir Káa. Flott uppgjör, fín móttaka hana og völlin, en ég misti alveg hvað gerist þarna, einhver smá misskilningur örugglega. Sá ekki alveg hvað gerist. Þannig að það fylgjast með það líkandi gólfur í Þrótturanum, en Castrillo í vikið, 14-14, þetta hörkur hérna. Þessi úti. Já. Það var með til það svo. Verst eftir komunum. Sigþór sínar öflugugjöður. Sjáum hvað hann gerir. Framkast. Já. Framkast árið. Framkasti frekar. Og langt frá sér. Við séum það niður. Valgeir fyrir ykkur. Fyrir Þrótt. Staðan 15-15. Svolítið uppgjöða mistöku núna. Svo er hérna Ævar. Gerir þetta virkilega vel. Virkilega ykkur Ævari. Filip með flottan bolta á hann. Benni kemur fram. Benni, Ævar og Filip. Mason með jumpingjöf. Þessi úti. Káman aðeins að missa uppgjöða núna. Þriðja í röð sinni held ég. Það er örugglega með rétt mál. Þróttar að gera sömu skiptingu þeir hafa gert í hinum hrinunum hjá sér. Börkur Magnússon kemur inn á. Fyrir Kristján Pálsson eða ekki. Nei. Ekki þetta með. Fyrir Baldur Mána. Námenn á ekki sækja hana. Lauma hana hjá. Og Filip gerir þetta vel. Því hvort að vilja fá net á Filip. Gríðarlega erfitt að sjá það. Það íta boltanum og boltin á milli og boltin í netinu og erfitt, mjög erfitt að sjá fyrir dómarar. Hvort að leikmennir séu eitthvað fara neti. Filip, lausa, uppgjöf, alveg á netbrúnuna. Flott blokki á Benna. Tek aftur eins. En Valgeir missir hennan. Mikilvægt stig fyrir Káa held ég. 18-16. 18-16 fyrir Káa. Þróttar í vanda. En þessi bara úti. Já. Og Þróttar að taka leikhlé. Dröfum okkur í hlé fyrir síðustu skorpuna í þessari reynu allavega.
21-19 og já, tók lengi flottar að reyna allt hvað þeir geta til að koma tilbaka í þessum leik. Þetta verður síðasti séns fyrir þá. Mikilvægt þetta stig. Nokkuð laus sjónbúðgjöf. Það er ekki erfitt að hefur þetta. Quinten Moore með Christmas. Hann fær bombu í velun. B.O.B.A. Fyrir það. Benny í uppgjöf 22-19. Þróttarar verða eiginlega að taka þetta stig. Og þetta að sjá. Hann að hugsa hvað hann ætlar að fara fyrir káleikmannin eða hvað. Spurning hvernig hann dæmir þetta. Katalínu verður til aðstoðar. Þróttar ósætti með þetta. Því hvort hann sé að elda boltan eða eitthvað. Já, endur tökist stig bara. Þannig með þennan. Markið tekur á móti þessu. Hörku, smassi á Castrillo. Það er ekki búin að hjáta þessu sér ennþá þóttar, alls ekki. Kristján Pálsson í uppgjöf fyrir Þrótt.
frammi. Ævar. Tuttugu fyrir 20. Þetta fagnar kannski aðeins svo mikið. En gult spjald á Sigþór. Það er hann aðeins svo aggressífur í fagnalátunum. Ekki sér, 20. Jumpukjöp. Já. Næs, það er missað jumpukjöp hérna núna. Hann Quinton Moore. Þessar hreinu. Skil treyta, en það búið að með svolítið mikið á honum líka. Leiknum. Sjá hvað Castrillo ætlar að gera, hvort hann fær í jump. Legg í það. Já. En hún er bara í netið úti. Tuttugu og 20. Loka stíð. Ef það K.O. skorar það þarf að segja. Þróttarar þurfa á virkilega á þessu halda. Skora núna til að eiga einhvern séns. Á næstu stig reyndar líka. Hörku uppi hjá Sigþóri. Þetta er bara 4. Sé alveg hárrétt. Og K.A. tekur þessa hreinu og þar með leikinn. 3-0. Hörku gott lagginn á milli. Og mjög skemmtilegur leikur. Við lefum þessu myndum bara að lifa á meðan við á K.A. TV. Þökkum fyrir okkur í dag. Þróttar unnu fyrst kvennaleikinn 3-0. Strákarnir hendur fyrir það með að vinna karlaleikinn 3-3. 3-0 segi ég. Þá til næst. Þá þökkum við fyrir okkur. Bless bless.